Komið sæl, ég heiti Guðrún Gunnarsdóttir og fædd og uppalin í Kópavogi, upp á Álfhólsveginum. Hér sleit ég bara skónum og gekk í alla skólana hérna nánast. Nei, ég er að ljúga því. Ég gekk í Digranesskóla og síðan í Víghólaskóla og svo Menntaskólann í Kópavogi. Ég vann í bæjarvinnunni, auðvitað vann ég í unglingavinnunni líka og svo bar ég út póstinn og ég vann alltaf í Kópavogi á sumrin og með skólanum. Ég þekki mjög marga hérna í Kópavogur 200, færri svona hérna upp frá. Og sem Kópavogsbúi þá hef ég átt mjög marga svona uppáhaldsstaði hérna. En í dag myndi ég segja að minn uppáhaldsstaður í Kópavogi væri þetta svæði hérna, Kirkjuholtið sem betur fyrir ennþá friðað og ánáttúrulega að vera friðað. Kirkjan, þar sem maður hefur átt yndislegar stundir, ég fendist hérna náttúrulega og maður hefur bara, farið þarna við hinar ýmsu athafnir og Hamraborgin mér líka hjartfólgin. Það falleg gata með frábærum búðum og kaffihúsum og ég sækja þangað mikið. Og svo náttúrulega Gerðarsafnið, salurinn náttúrulega sem ég ætla að koma að hér eftir sem ég algjörlega elska, þar sem ég einmitt stödd akkurat núna. Og það hægt að púta hér í golfi, það bókasafnið og hér menningin, þetta svona menningarvaggan. Og það ekki hægt að horfa fram hjá þessum stað þegar maður hugsa uppáhaldsstaðina sína í Kópavogi. Þá ætla ég ekki að tala náttúruna, heldur menninguna og fólkið. Og í þessum sal hérna hef ég átt yndislegar stundir þar sem ég hef verið að halda tónleika og ég líka átt yndislegar stundir þar sem ég hef sjálf verið gestur á tónleikum. Og árið 2002 þá hélt ég hér mína fyrstu Eljar tónleika og hef haldið því áfram. Það var svona upphafið að mjög svona skemmtilegum tíma í mínum ferli. Og að því að ég nú orðin 50 Kópavogsbúi, þá fannst mér alveg við hæfi að halda svolítið upp á það með tónleikum hérna 7. nóvember. Verða tónleikar hér í salnum. Ég á 30 ára söngafmæli í leiðinni. Ég byrjaði minn söngferil í Menntaskólanum í Kópavogi, söng þar í MK sextettinum sem var síðan MK kvartettin. Og við áttum glæstan feril og þannig og ég var hérna í kór Menntaskólans í Kópavogi þannig að hér bara lífið mitt, það í Kópavoginum og ég elska Kópavog og ég verð hér á sviðinu í salnum 7. nóvember að syngja fyrir ykkur alls konar lög. En takk fyrir mig og notið þessa síðu, hún frábær fyrir Kópavogsbúa.